og síðan þarf ég yfirleitt að mæta á æfingu klukkan 2 eða mæta upp á æfingasvæði klukkan 2 og hanga þar í 4 klukkutíma þangað til að æfingin byrjar klukkan 6 og það svona eitthvað sem ég á svolítið erfitt með að venjast. Þetta allt annar kúltúr heldur en maður er vanur úr Evrópu þar sem að æfingarnar eru klukkan 10, hálf 11 á morgnana. Maður mætir kannski klukkutíma fyrir, fær sér kaffi, þú veist, spjallar aðeins við strákana og svo er maður bara mættur út á völl. Komin heim kannski 1-2, það náttúrulega algjör lúxus og maður fattaði ekki alveg hvað maður hafði það gott fyrir maður komin hingað í það. Það þurfa alltaf að mæta hérna klukkan hálf 2, bíða í 4 klukkutíma inn á herbergi, þangað til maður fær SMS hvenær æfingin byrjar og þá er hún yfirleitt klukkan 6, hálf 7 og svo er æfing í 1-2 tíma og búinn kannski 8, rúmlega 8 og maður komin heim 9 og þá eru krakkarnir sofnaðir. Þetta er það sem er erfiðast fyrir familíuna því að tímarnir krossa alveg hvenær krakkarnir eru í skólanum og hvenær ég er hér. Þannig að þetta er svolítið þungt. Og þess vegna fer ég alltaf, ríf mig upp og þó svo að við séum með bílstjóra, þá vakna ég alltaf á morgnana og skutla krökkunum af því þetta er oft bara nánast eini samverutíminn sem ég hef með þeim. Þannig ég reyni að nýta hverja mínútu sem að okkur gefst til að vera saman.